Á svipuðum tíma þessi umræða fór fram birti Brynjar Níelsson hjartnæma færslu á Facebook þar sem hann sagði þau sem efast vísindalega sanna veðurfarsbreytingar af mannavöldum séu umsvifalaust bannfærð. Nú veit ég ekki hvort ástæðan fyrir því að Brynjar tók ekki þátt í umræðunum loftslagsmálum á Alþingi hafi verið sú að honum hafi verið bannað það, en þetta er augljóslega mjög alvarlegt mál. Ég dáist að hugrekki Brynjars fyrir að stíga fram en hann ætti að þekkja bannfæringar af eigin raun enda hefur hann bara fengið að tjá skoðanir sínar í ræðustól Alþingis á Vísi, Morgunblaðinu og DV undanfarin misseri. Hann hefur að vísu líka verið í viðtali í fréttum RÚV og Stöð 2, birt reglulega færslur á Facebook, farið í heilsufarsmælingu á Smartlendinu, skrifað pistla á Pressuna og verið gestur í vikunni hjá Gísla Marteini. Það er mjög mikil hvatning á Twitter að þú setur þetta á þig. Þetta er ríkast. Veistu hvað, þetta er mjög gott. Þú ert að virka vel með það. Þetta er fallegt. En ég er 100% sammála. Þögguninni sem ríkir skoðanir Brynjars Níelssonar verður að linna. Nú þarf hann að láta heyra í sér á eina vettvanginu sem hann hefur ekki nýtt sér. Í símatíma ákveðnar útvarpsstöðvar þar sem hann getur óáreittur efast loftslagsbreytingar, kynbundinn launamun og lögun jarðarinnar.